4. desember. Reykjasvelgur einn þeirra jólasveina sem aldrei fara til byggða lengur. Þó svo að reykjasvelgur sé hættur að reykja og farin að stunda innri íhugun og líkamsrækt, þá vill Grýla ekki senda hann til byggða, því hún vill ekki að fólk tengi saman jólasveina og reykingar með nokkrum hætti. Reykjasvelgur og Mukka, systir hans, eru sérlega áhugasöm fatahönnun. Þau voru svo glöð á sínum tíma þegar jólasveinarnir hættu að mæta í lopapeysum og sauðskinsskóm til byggða og fóru að mæta í rauðu sparifötunum sínum. Þeim finnst hins vegar sparifötin svolítið einhæf. Þau hafa oft spurt Grýlu hvort ekki megi breyta þeim aðeins, poppa þau aðeins upp. Einu sinni stungu þau upp á að hafa húfurnar bláar, en Grýlu fannst að minna of mikið á strumpana, sem eru reyndar með hvítar húfur. Öðru sinni stungu þau upp á að allir jólasveinarnir væru með gula eldingu á bakinu og saumuðu meira segja slíkan jólasveinagalla til að sýna Grýlu. Grýla tók það ekki í mál að hafa alla jólasveinana merkta með eldingu eins og þeir væru einhverjar jólaofurhetjur, en sagði börnunum sínum endilega að halda áfram að koma með hugmyndir. Reykjasvelgur og Mukka lögðu höfuðið í bleyti. Hvað ef við setjum endurskinn í öll sparifötin? Stakk Reykjasvelgur upp á. Já, það góð hugmynd. Þá mun ólíklegra að bílstjórar keyri á bræður okkar því þeir sjá þá 5 sinnum fyrr en ef þeir væru án endurskinns. Reykjasvelgur og Mukka útbjuggu jólasveinabúning með endurskinni á stígvélunum, neðst á skálmunum og fremst á ermunum. Meira segja settu þau endurskinsþræði í dúskinn á húfunni og í suma gallana saumuðu þau munstur með endurskinsþræðinum. Þau sýndu Grýlu búningin og Grýla var hæst ánægð með þessar breytingar. Grýla bað þau að sauma fleiri jólasveinaföt með endurskinni í. Næstu daga saumuðu þau og saumuðu þar til 13 jólasveinagallar með endurskinni voru tilbúnir. Allir frægu jólasveinarnir fengu 1 galla. Jólasveinarnir fara samt ekki alltaf í endurskinsfötunum sínum til byggða, því þetta eru eiginlega sparigallar. Sérstaklega gallarnir sem eru með hvítu lopapeysu mynstri úr endurskinni. Næst þegar við sjáum jólasvein sem ekki með endurskinn, skulum við spyrja hann: hvar endurskins jólasveinagallinn þinn? En hvers vegna ættu allir að vera með endurskinsmerki?